Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, heyrðu, það komið að þeim kafla hérna við rauðaborðið varðandi forsetakosningarnar sem að verða 1. júní að ég fæ hingað frambjóðendur og ræði við á oftast bara eitt tiltekið mál sem eitthvað í þeirra áherslum sem að gaman að fá nánari útskýringar á. Og hingað komin Jón Gnarr. Velkomin. Já, takk að fyrir. Heyrðu, það sem að mér myndi helst vilja ræða við þig að þú hefur sagt að þú viljið minni leiðindi. Það ekki? Já, mér finnst þetta svo briljant. Þetta langbesta viðtal sem ég farið í, bara strax áður en það byrjar. Nei, maður hefur heyrt að þið finnst ekkert gaman að vera að svara enna málskotsrétt og eitthvað fleira. Þannig að það eitthvað í þínu frambóði sem það að við getum gert eitthvað öðruvísi. Þú líka talað það vantir meiri sköpun, þú eitthvað talaður áslá það. Að við varum eiginlega eins og við værum vitlustilt að vera með fókusin of mikið á ykkur sem bara leiðilegt og skilaði engu og væri óskapandi og þess að sætu við kannski uppi með bara leiðilegar lausnir. Já, sko, mér finnst bara áherslan á leiðindi á Íslandi, mér finnst hún hafa farið bara mjög mikið vaxandi á síðustu árum og mér finnst mikið framboð af leiðindum og ef þau verði ekki til af sjálfu sér að þá finnst mér þau gjarnan bara búin til því að það vanti leiðindi. En sá sem ekki skilur hvar, þau voru að nefna dæmi. Hvað byrtast leiðindi? Sko, dæmi. Ég sko, mér finnst svona í umræðu til dæmis þá finnst mér komin svolítið mikil harka. Mér finnst svolítið stutt í alhæfingar og dómhörku og svona ávirðingar í umræðu og ástandið í samfélaginu okkar sérstaklega kannski með tilkomu COVID og að þá hefur aukist og líka ljósi efnahagsástandsins á Íslandi að þá hefur hvað maður að segja fólk hvað maður að segja óöryggi gremja og svona reiði finnst mér hafa vaxið og mér finnst enginn vera almennilega að taka á þessu. Það að segja einhvern veginn að þetta sé til staðar og fólk sé óöryggt og reitt og ágæðinhátt finnst mér stemningin á Íslandi í dag ekkert mjög ólík því sem hún var eftir hrunið. Já, sem var til þess að þú bauðst fram. Já, það var sko besti flokkurinn. Bara eiginlega rétt rúmu ári eftir hrun. Já. Nei, ég menna, þú veist, ég bara þú veist, ég á alltaf eitthvað ég á svona harmrænt samband við svo margt. Ég á harmrænt samband við Ísland og ég á harmrænt samband við sósíalismann og ég á harmrænt samband við kristnina. Sem sagt að þetta eru hlutir sem eiga svo gríðarlega sterk ítök í bara sálinni minni og ég hef mikla ástríðu fyrir og einhvern veginn í hruninu það sem gerðist líka í hruninu var að pabbi minn dó sem sagt lá banaleguna í hruninu og hann sagði getur þú ekki gert eitthvað í þessu Jón unga fólkið og þið og ég bara jú, kannski eitthvað á svona og besti flokkurinn var fyrir mér einhvern veginn svona eitthvað mótsvar við þessari vaxandi reiði og ég fór þarna niður á Austurvöll og þú veist, ég sá svo mikið af fólki sem var þarna fyrir framan Alþingi reitt, jafnvel fleygandi einhverju dótið þarna í Alþingi berjandi bumbur og hrópandi
og berjandi náttúrulega pottum og pönnum og mikið bara fólk sem ég þekki sem bara nágrannar og vinnir og samstarfsfélagar en svo ég líka löggurnar sem stóðu þarna sem framann móti fólkinu og pappi var lögga skilur, pappi var líka kommunisti skilur, og sko 30. mars þegar Ísland gerist aðila NATO og pappi lokkar hann í fangaklefa skilur, því að hann var ekki treystandi til þess að sinna embættisstörfum sínum skilur, þetta allt eitthvað svona og ég þetta bara svona einhvern veginn mér fannst allt þetta fólk einhvern veginn ekki þurfa að vera með svona að stríða gert hvert öðru. Mér fannst frekar að þetta fólk ætti einhvern veginn bara að setja saman og ræða saman að finna einhverja sameiginlega lausn. En þú vildir lækna þetta ástand? Ég vildi gera það, já. En ekki meðvitað. En tókst það með bestarhóðum? Ég held það, já. Ég held að við tekist með ákveðin hátt að lægja ákveðina öldu, taka ákveðina reiði og veit henni svona farveg í mér sem að ég bar og svo stóð ég bara misjaflega undir því. Sumir höfðu gert ákveðnar væntingar til mín að ég myndi gera ákveðnar hluti og sem að var misjaflega raunhæft eða óraunhæft og einhvern veginn að auka gleði og sem sagt sko þannig að og mér finnst svona minnst mætti fjölga bara svona tækifærum til þess að koma hlutum skemmtilega og óvart og En ef við má fara með því aftur í hrunið, þá náttúrulega margir af þeir sem voru reiðir á Austurvelli, stöldu að vera réttláta reiði og það væri vegna þess að það er versta tegund af reiði sem til þeim fannst það væri réttlátt reiði, þau verið sviknir og þau voru að reyna að knýja á breytingar. Kemur þú þá og reynir að láta fólk hætta að vera reitt til þess að sætti sig við óbreytt ástand eða möguleiki á því ef maður losa sig við reiðina að maður náði samt einhverjum breytingum eða varstu bara aldrei að stefna neinum breytingum? Já, einmitt, þetta er góð spurning sko svona þjóðfélagsbreytingin sem að ég svona þrái eða leitast við einhvern veginn að reyna að hjálpa til við að efla einhvern svona þroska sem sagt til þess að útkljá vandamál eða ná árangursríkari leið til þess að leysa vanda Þannig að við tveir myndum stefnaði að auka þroska okkar en við myndum jafnframt reyna að auka þroska okkar í samskiptum okkar eða hvað? Eitthvað svo leiðis, já. Þannig að samfélagið þarf að þroskast og við líka. Og mér finnst líka bara í öllum samskiptum, í öllu þau sem við erum að gera, til dæmis bara öllum verkefnum sem við erum að gera, hvort sem ég að leika í leikriti, gera sjónvarpsþætti, þú að byggja upp samstöðina, stjórnmálaflokk, að þá eru svo mörg ósýnileg innihaldsefni í þessu sem eru eins og virðing og traust til dæmis og mér finnst oft hort fram hjá þessu að það þurfi að, og þetta er bara í sambandi fólks þá gildir svo mikið að það sé gagnkvæm virðing og það sé traust og til dæmis ég hef verið baráttumaður fyrir trausti og ég hef verið gagnrýndur fyrir það. Til dæmis í starfi mínu sem borgarstjóri þá lagði ég áherslu á það að treysta samstarfsfólki, að treysta sérfræðingum og embættismönnum sem voru að vinna sem eru oft hámennta og reynsluríkt fólk frekar en að taka einhverja svokallaða sjálfstæða pólitíska ákvörðun og þá var það nota gegn mér að ég væri bara handbendi sem viljalaustu verkfæri í höndum embættismanna og mér finnst þetta ekki rétt mér finnst við þurfa meira traust og meira lýðræði og minna einræði og að sem flestir fái að koma
að borðinu og hérna sko, og ég bent á það til mér bara eins og þegar ég núna ég að taka upp sjónvarpsþætti sem að ég að leika að hlutverkið og ég skrifa líka og ég á hlut í verkefninu mikill að hagsmuna gæta en þú veist, ég búin þarna með það er aðilar sem að taka þetta upp bæði myndina og hljóðið það verið aðilar í að gera leikmynd og það er aðilar í að klippa þetta ég þarf að treysta þessu fólki öllu saman ég ekki með nefið onni, ég ekki að koma reglulega við og kíkja á hvort að klipparinn sé að gera það sem hann á að gera heldur treysti honum algjörlega vegna þess að ég hef enga ástæðu til að gera það ekki og ég fer ekki að vantreysta neinum fyrir en ég hef ástæðu til að gera það og þetta finnst mér vera eitthvað sem að við mættum reyna að kannski leggja meiri áherslu á í samfélagi okkar. Sumir líta svo á að til dæmis við sem annars erum með stjórnsýslu eða bjúrókrasíu og svo erum við með pólitík sem er sko viljinn til þess að fara eitthvað tiltekið og besta kerfið sé þannig að hvort tveggja veiti hinu aðhald og það sé raunverulega byggt upp á vissu svona átökum þarna á milli það sé bara gott að hafa stjórnmálamann sem vil fara þangað og stjórnsýslu sem heldur aðeins aftur á honum en líka stjórnsýslu sem að vill halda í eitthvað strúktúr og svo stjórnmálamann sem að sparkar honum aðeins áfram. Algjörlega. Þannig að í eðli þessu séu átök. Algjörlega. Þú ert ekki hafna því? Nei, þetta er bara yin og yang. Þú veist, þetta er þessi endalausa leið til gagnrýnin á þig var að þú hefur gefið allt og mikið eftir og leyft bara bjúrókratíuna ráða. Já, en það sem er sko rétt með þetta gagnrýnin ekki en það er gagnrýnin. Já, gagnrýnin það, hún er ekki rétt, menn þetta hefur verið rannsakað það var gerðar vísindalega rannsóknir á þessu við Háskóla Íslands hvort að stjórnunarhættir mínir hafi verið góðir eða slæmir eða eitthvað svona og niðurstaðan í þeim hefur verið svo að stjórnunarhættir mínir hafi verið góðir og í samræmi við það sem tíðkast í svona nútímalegum stjórnunarháttum. Það er að segja meiri fagmennsku og svolítið líka svona lærdómurinn af hruninu sem að mér fannst, sem að ég sko náttúrulega las ekki alla þessa skýrslu en ég svona gluggaði í hana og það sem að stóð upp úr meðal annars upp úr því fyrir mig var skortur á fagmennsku í íslensku skortur á fagmennsku er meinsemd í íslensku stjórnkerfi og pólitísk völd eru allt of mikil sem sagt oft tekin af ófaglegum aðilum sem hafa ekki faglega þekking. Þú ert alls engin Sigmundur Davíðs sem að myndi orðið þetta þveröfugt að pólitíkin hefði ólítil áhrif það er bara þannig hann er akkurat tekið megin. Já, einmitt, jú, það er bara mjög gott. Þú má taka því sem hrósi eða skömmum að þú sért ekki eins og Sigmundur Davíð. Já, algjörlega, en ég meina, þú veist, ég er engin lita, skilur, ég er ekkert og annað líka, skilur með, þú veist, ég grínisti og ég segi stundum eitthvað bull og ég tala undir rós eða eitthvað svona, en ég myndi ekki ég held ég geti fullit, ég er ekki fróðusnakkur, skilur, ég fróðusnakka ekki að eyða tíma fólks í eitthvað svona þvaður nema það sé eitthvað komískur tilgangur í því, skilur en að öllu jöfnu reyni ég að sýna bara tíma fólks og athygli virðingu og þannig að sko að þetta svona bara Ísland landið okkar er mjög erfitt. Þetta er erfitt land. Við erum með, sko, þú veist, það er tæplega hægt að kalla þetta sumar þetta veður sem er hérna úti en við reynum að gera besta úr þessu og virðist þau alltaf að fara að voru og svo kemur haust. Já, svo kemur haust. Ég menna það var snjóaði bara í fyrradag, sko, fyrir norðan og sko og mér finnst svo mikið af bara leiðundum frá náttúrunnar hendi að mér finnst óþarf að vera bæta hana, mér finnst við ættum frekar að reyna að auka gleði og mér finnst svona tilhneiging til þess oft í menningu okkar og ekki bara okkar heldur líka í svona þessari vestrænu eða norður-evrópsku menningu að álíta að setja eitthvað saman sem er ekki á milli sko gleði og greindarskorts. Já.
Sko, þú verður þurfa að tala eiginlega svona bara grundvallaratrið í samskiptum okkar og hvernig við metum eiginlega náungan. Með dettur í hug, ég talaði við hérna mann sem að fór bara held í 19 ára til Sviss og hefur búið þar alltaf tíð og var að koma hérna til Íslands eftir að vera þar. Og hann var að reyna að útskýra fyrir mig munin á svissnesku samfélag og íslensku. Og hann sagði það að í Sviss þá tristi fólk hvort öðru og tók sem dæmi með það ef þú hérna teldir vitlaust fram til skatts að þá verið kallað á þau og sagði, Jón minn, þú hefur nú gert einhver alvarleg mistök hérna og þú verður bara að laga það. Og það er bara gert ráð fyrir að þú hefur gert mistök. En á Íslandi er þannig að það er gert ráð fyrir því að þú sért hérna sakamaður. Þetta er bara nákvæmlega það sem ég er að tala um. Já, þú veist, þetta er bara einmitt sko mér finnst þetta ég myndi vilja sjá sko mætti vera meira eins og Sviss sko, í þessum efnum sko. Það sé ekki bara að við ættum bara að fara að rækta meira traust okkur á millri því að svo félagslegar heildir, hvort sem það eru stjórnmálin eða stjórnsýslan eða verkefnishreyfingarnar, þær eru í grunninn sko félagsskapur manna og við eigum að virða þessi svona að við eigum að hafa traustið sem er oft á milli fólks á Íslandi, að við eigum að láta það lita hvernig stofnaninnar í samfélaginu eru uppbyggðar. Já, mér finnst það bara sko, mér finnst vanta mér finnst bara skortur á þessu sko, ég er ekkert með endilega með einhvern svona gameplan það hvernig maður er að innleiða þetta meira. Þú þyrftir það að vera með það því þú ert að biðja okkur að kjósa þessi forseta. Jú, þú vilt fara með okkur einhvern veginn annað. Ég veit það. Og þú ert að segja okkur svona sirka hvaða leið ætlar að fara með okkur. Já, ég er að reyna það, en ég er samt ekki með útpælt gameplan í það. Fyrst og fremst langar mig til að vera dæmið sem að gera það í verki sem ég langar að sjá gerast. Það er að segja að það birtist í minni framkomu, að sýna fólki virðingu og traust til þess að fá virðingu og traust á móti, eða skilur mig, vera, hvað segir maður, vertu breytingin sem þú vilt sjá, að sýna gott fordæmi og mér finnst sko, mér finnst bara svo margt sko, mér finnst svo margt gott í okkar samfélagi og mér finnst tækifæri í mannauði sem að mér finnst vannýtt og sko, og auðvitað ef að ég myndi vilja skiluru bara einhverja gaggjara menningarbyltingu á Íslandi, þá myndi ég náttúrulega reyna að fara bara hefðbundnu pólitísku leið að ganga til liðs eins og gerðir að búa til pólitískan flokk og en náttúrulega þá reyna frekar að stefna á Alþingi og koma þar einhverjum breytingum fram, en sko ég treysti mér ekkert alveg í það sko, mér langar meira að og þú veist, ég býð mig fram í þetta forsetaembætti vegna þess að sko að þar get ég haft áhrif sko jákvæð áhrif með sem sagt samvinnu, samtali við fólki í landinu en ég þarf ekki að gera svona, það til sem ég var borgarstjóri, það sem ég fannst bara sko sem að bara sko bara eitthvað erfiðasta sem ég hef gert til dæmis að segja fólki upp vinnunni reka fólk ég bara, menna það er bara ömurlegasta og líka bara, jafnvel ekki einu svona reka fólk, heldur bara að leggja niður starfsviði það sem fólki var að vinna þetta var bara svona en einhver verið að gera þetta, ekki? Hvers vegna ekki þú? Já, nákvæmlega vegna þess að kannski, ég bara fann ég er ekki típan í það skilur, ég er meiri svona people pleaser eða hvað sem er mér finnst bara meira gaman að tala við fólk og byggja upp eitthvað svona uppbyggilegt og jákvætt með fólki sem getur verið inspírerandi og að reka fólk eða leggja niður vinnuna þess er ekki hvorugt sko. Það er ekki jákvætt eða inspírerandi og það kann að vera
þú veist, þörf á því og svona, en hérna, ég fekk ekkert út úr því og það var ástæðan fyrir því að ég áttaði mig á því, þú veist, ég á ekkert erindi í pólitík, vegna þess að ég hef ekki taugar í svona, sko. Þú ert ekki hrifin að þessu svona grimma sköpunarkrafti kapitalismans, þar sem að einhver verður undir og eitthvað rís síðan upp úr rústunum. Nei, og ég er bara þannig gerður. Ég get ekki haldið með hennu íþróttaliði af því að ég held alltaf sjálfkrafa með liðinu sem er að tapa. Ég get ekki þessu gert. Ég kannski byggja mér upp, ekki bý mér til eitthvað svona, ég ætla að halda með Liverpool og ég er svona Liverpool maður og svo horfi ég á leik sem Liverpool er að keppa við eitthvað annar lið og er að vinna það ég vil sjálfkrafa að halda með liðinu sem að Liverpool er vinni, ég get ekki haldið með Liverpool að ég minnst bara að vera bullies Ég hef alltaf haldið með West Ham, ég get mælt með því það er við töpum alveg nóg bara einhver svona liði sem tapar alltaf Eitt varðandi traustið ég skil það að við í samskiptum okkur eigum að snúa skárri hliðin í hvora öðrum, að við náum meiri árangri saman heldur við snúum önugur hliðin í hvora öðrum og allt fyrir já. En ég tók eftir í einhverja af þessum kappræðum að þá varst þú svolítið á skjön á meðan allir voru að segja að það veri nauðsynlegt að forsetinn mundi setja þinginu eitthvað mörg og það var byggt líklega á reynslu fólks af því að það sem kemur út úr þinginu er ekki alltaf almannahagur yfirleitt er það útleggingi sem fólk er með og svo er það líka þannig að við sjáum bara í skoðanakonunum að það er bara 25% þjóðanum sem ber traust til þingsins þannig að þingið er hefur ekki áunnið sér traust og þá stendur þú upp og segir ég ætla bara að treysta þinginu þá er það komið eitthvað svona bara blind traust eins og þú verður að koma með traustið fyrst og það muni bæta þingið eða hvað? Einmitt það er svolítið líka það sem að svona mín hugmyndafræði að að leggja traust mitt á fólk og það er mín reynsla í lífinu að þegar ég treysti fólki og virði það að það yfirleitt kemur ekki aftan að mér nema í undantekningartilfellum og ég varð fyrir miklum áhrifum sem sagt af bókinu Veginn þessari gömlu þarna sem að okkar kynslóð fékk í fermingagjöf og ég held að engin bók hafi haft jafn mikil áhrif á mig og þar segir þú veist, þar sem er skortur og trausti þar kem ég með traust það bara gefi traust og ég vil reyna að tala hlutina upp og mér finnst mjög mikilvægt og þetta er mjög gagnrýnt oft þetta með Alþingi ég vil tala Alþingið okkar upp vegna þess að mér finnst það í grunninn mjög góð og heilbrigð og virk stofnun það er mörg vandamál þarna og ég hef til mest kallað eftir fíkniefnalausu Alþingi og það er víða pottubrotinn í ýmsu hjá Alþingi en mér finnst að við eigum að byrja að treysta Alþingin okkar og sýna því meiri virðingu vegna þess að þannig náum við meiri Alþingi og ég held að Alþingi muni standa undir því að því sé sýnt meira traust að það muni gangast upp í því að fá meira traust og mér líka orðin þreytt og minnst að hluti að þessum leiðendum að tala alla hluti alltaf hreint niður og þar á meðal Alþingið okkar og þannig að ég kýsa að tala það upp og ég hef líka, þú veist, ég er ekki heldur að koma sem einhver svona sem hef staðið fyrir utan þetta allt saman ég er búin að taka mjög virkan þátt í öllu þessu niðurrifi, skilu, ég var alveg mist mig í þetta, skilu, bara tekið Fred Tolkien á Facebook og það er ýmislegt sem mér finnst glatað og ömurlegt og svona Tuða játt mikið og næsti maður Hvað sérðu? Tuða játt mikið og næsti maður Já, ég hef alveg tuðað En þeirra hinir, meðframbjöðuðinir er að stilla þessu sannig upp og segja í gegnum Alþingi kemur bara allt of mikið af lögum sem eru mótaður af sérhagsmunum Já
og það má vera að trausti sem að þú vilt sýna eigi við í svona mannlegum samskiptum þar sem að fólk jaft, en svo mætum við bara skipulögðum sérhagsmunna herdildum sem til dæmis í talandi strandeldis eða lagareldisfrumvarpið og þá fyrst og fremst sjókvíeldið, þar sem að Ríkisendurskoðun segir að þar hafa bara öflugir aðilar, bara vaðið á skítum skónum og náði að sveigja löggjöfina og allt regluveldið einfallega sínum hagsmunum og broti gegn því sem skilgreint sem almannahagur. Segir að þetta svona sjónarmið séu leiðindi. Já, nei, ok. Það, þú veist, ég einhvern veginn, ég á svo bágt með að trúa því að fólki gangi illt til eða eigingjarnt til og sé sama samborgara sína og sem sagt, og ég vil ekki trúa þú veist, á svona spillingu eða hérna að það sé verið að hafa okkur að fíblum og svona og mér finnst það svo sorglegt og kannski það líka ákveðin barnaskapur hjá mér, skilur. Ég geri mig líka alveg grein fyrir því að og mér finnst það svo sorglegt þegar ég svona, þú veist, einhvern veginn fæ nasasjón af því að ég búi á Íslandi þar sem að sem sagt, sko, það sé fólk sem finnist í lagi að það hafi það betra heldur en aðrir skilur og hafi einhvern veginn bara sé bara hérna betra fólk heldur en aðrir og fólk ótrúlega fljótt að réttlæta það fyrir sjálfum sér. Já, mér finnst það sorglegt og mér langar ekki að trúa því, mér vil einhvern veginn trúa því að fólki gangi gott til en misti í sig og ég lagðist í mikla umhugsun þetta veist, í hruninu þú veist, og þetta svona, mér fannst svo vera mikið nornaveiðar og verða að benda á fólk í samfélaginu, þetta væri innum og þessum að kenna og svona og mér finnst líka bara svolítið sko afstætt, þú veist, að það allt annað að meta hlutina eftir á heldur en áður eða á meðan hlutir að gerast og það svo miklu auðveldara og þetta afstætt og hérna sko hefðir þú gert þetta eða hefðir þú gert hitt og auðvitað veit ég það ekki, þú veist, ef ég með aðrar upplýsingar sem að heldur en ég hafði þá hvað ákvörðun ég hef tekið og hérna og ég vil ekki trúa því til dæmis bara að hérna að skilur þetta hafi verið eitthvað plott illra afla, ég vil bara ekki trúa því ég held bara, þú veist, við erum bara fólk og við höfum einhver ákveðnar upplýsingar og einhver ákveðnar staða og við erum bara misjaflega upplögð og við tökum ákvarðanir, við gerum mistök og mér finnst það bara hluti af mannlegu eðli og kannski hérna sko kannski þetta á einhvern hátt barnaskapur skilur og bara eins og ég veit ekki, þú veist eins og ég talaði gagvart eins og NATO eða eitthvað svona, ég talaði þetta síðast skilur að hérna þú veist að ég vil ekki trúa því að það sé, þú veist að ílskan sé viðvarandi, ég meina trúa því að ílskan sé bara útlegur heiminum, svo hún það bara ekki neitt og hérna og kannski þetta næf kannski þetta líka bara kannski, þú veist, ég líka bara svona hef oft hugsað sko hérna sko, svona þetta barnaskapur kannski þetta líka ég líka svona ákveðin einfelningur ég hérna til mig eins og það oft að tala þú veist mér oft verið svona hrósa fyrir hugrekki og mér finnst hugrekki líka bara oft svolítið hugsunarleysi sko, ég bara veit ekki ég veit ekki hvað ég að koma mér óðst út í eitthvað vitleysu að þú vissi bara ekki betur en eftir á, þú veist, miklu betur að segja já, ég var ótrúlega hugrekkur en frekar en að viðurkenna, ég vissi ekki hvað ég var að gera sko, þannig að hérna
sko En ertu að lýsa því að samfélag okkar sé í einhverju svona, ég veit ekki, andlegri krísu? Já. Þú veist hvernig við horfum á hluti, hvað við teljum vera réttu verkvarinn. Þú líka talað um það að við höfum að nota meiri sköpun og eitthvað slíkt. Já, aðferðir sko skapandi ferlisins. Já. Við sem að grípi vitlausverkvari út af kannski vitlausum ástæðum, snú okkur að hérna af einhverju svona leiðréttingu fortíðarinnar í staðin fyrir að horfa kannski að bera meira traust korti til annars. Já. Gera skemmtilegri hluti. Já, líka. Ertu að bóða það? Eða ertu bara að bóða það síðan sniðut fyrir samfélagið að hafa mann eins og þig sem ekki veitir alveg á bestastöðum, heldur en eitthvað sem þykist veitir allt saman? Já, sko, bæði og já. Ég held að sé mjög gott að fyrir samfélagið að hafa mann eins og mig á bestastöðum. Ég held að ég geti náð að svona sameina þessa þjóð á einhvern hátt sem að væri öðrum ókleift. Ég held að fleira sko, en var einhvern sem sagði á Facebook hérna mig að Jón Gnarr væri örugglega eini maðurinn sem getur náð að sameina góða og vonda fólki á Íslandi og mér fannst alveg mikið til í því, ég veit ekkert almennilega hvað góða og vonda fólkið er hérna og sko sko hvort að mér sko mun takast það raunverulega, það er mjög erfitt að meta en til dæmis sko það hefur verið sagt við mig mér hefur verið sagt það að til dæmis stjórnmála kúltúr á Íslandi hafi breyst á einhvern hátt eftir bestaflokkin tíma kannski, svo jafnaði sig eða varanlega? Já, varanlega, að það sé komin einhver önnur orðræða og sko og svo finnst mér líka bara mér finnst sko svona húmor og hlýja, mér finnst hún bara svo mikilvæg og megum ekki kastin og glæs og sem einhverju verðlausu og tilgangslausu mér bara finnst það ekki og þetta sé raunverulega verkværi og bara aðferð sem við höfum að nota bara dagstæðlega eins og þetta lífi en ekki þannig að þegar við búum með allan Excelin og allt það að þá megum við aðeins skandast. Nei, mér finnst sko, frekar að við höfum að nota húmórin fyrst og kannski svo sjá til hvað við gerum með Excelin. Já, nei, menn á bara sem hluta af því og bara til dæmis það að ég sko bara það að ég sé fyndin þýðir ekki að mér sé ekki alvara, skilur, ég get alveg verið skemmtilegur og hérna en líka verið alvara og reynd að segja eitthvað sem skiptir einhverju máli sko og ég er ekkert endilega skyldugur til þess að standa uppi á sviði einhverjum ákveðnum forsendum og undir nafninu stand-up eða uppistand hérna eða leiklist, skilur ég er svolítið líka sem listamaður sko sem sviðslistamaður að reyna að sem að við erum alltaf að takast á við sviðslistafólk að fjórði veggurinn að sko að reyna einhvern veginn að rjúfa hann og koma leikhúsinu meira inn í sko fjölmiðlana og inn í samfélagsmiðlana og bestiflokkurinn var líka ákveðin tilraun til að búa til spektikúl sko. Ég er einhvern veginn að draga leikhúsið út í samfélagið inn í sko þessa fréttatíma og svona sko. Og þú viltur vel að gera þetta við forsetæðbættið, öfugt kannski við flesta hinna frambjóðundum. Þá er eins og viljum við draga það út úr eða frá pólitíkinni og frá út úr kannski því hlutverki sem hefur verið og reyna að nota þetta til þess að ná einhverju svona skapandi endur nýju samfélagi. Ég held sko, þú veist, þetta er mjög erfitt að mæla. Ég held þetta með sko, til dæmis sko, minnst áherslan til dæmis á pólitík í þessu allt og mikil.
auðvitað forsetaembættið pólitískt, en þetta fyrst og fremst embætti, forsetinn embættismaður. Hann hefur ákveðið pólitískt vægi, en minnst að stórlega ofmitið og ykt í þessu. Gallin við það að hans aðkoma skiptir svo miklu máli, þótt hún sé lítið, svo í þann tíma sem hann notar vald sitt. Já, þá skiptir svo miklu máli. Já, þó að kannski gerir það ekki nema á 8 ára frestið eitthvað. Einmitt. Vandinn að ræða þetta sá að þegar hann þarf að beita valdinu, þá getur það verið svo afdrifaríkt. Það er alveg rétt, sko. En sko, mér finnst forsetinn samt fyrst og fremst vera svona stemningsmaður sem í sambandi við þjóðina, stendur með, þetta kannski svolítið svona gamaldags hugmyndir forsetaembættið, og stendur með þjóðinni, blæs henni svona kraft í brjóst, þegar á móti blæs, til staðar þegar áföll eru og gleðist með fólki þegar vel gengur og áherslan túlkar og einhvern hótt líðan okkar. Já, en líka áherslunar til með íslensku, þetta ekki bara pólitík, Ísland menningar og listaland á svo stóru leyti og mér skil ekki af hverju það gleymist alltaf svona þessi mikla áhersla á pólitík og að forseti sér verseraður í pólitík og það sé svo mikilvægt að hafa puttan á pólitískum púlsum. Mér finnst svo miklu mikilvægara að forsetin okkar sé vel að sér í kúltúr og menningu og listum og ekki síst sjónvarps- og kvikmyndaframleiðslu og svona afþreyingarlistum og ég held í dag áhrif til þess góðum Bandaríkin, þá held ég til þess að áhrifavaldar, ég held myndi alveg segja það, Taylor Swift, ég held að hún hafi jafnvel meiri áhrif í Bandaríkjónum heldur en Joe Biden. Þá ég að meina sem svona áhrifavaldur á hugmyndafræði fólks, á hugsanir og tilfinningarlegar upplifanir. Mér finnst líka annað með pólitíkinni sem að ég orðinn mjög þreyttur á og það bara froðusnakk. Mér finnst orðið óbóðslega mikið af fólki. Þú fær aldrei að heyra það þegar þú ert í þessu forsetaumræðum. Það bóðið upp á mikið orðasaldar. Það alveg svakalega mikið froðusnakk því miður og Það til að texta suma bara. Já, en ég meina fólk getur talað samfellt í 5 mínútur á þess að segja nokkuð til mann eitt einast orð. Mér finnst það eiginlega alveg stórmerkilegt og ég reyni að vera það ekki. Ég ekki froðusnakkur. Ég geti vel verið ég tali í gátum og segi grín eða útúrsnúninga eða segi eitthvað sem kannski ekki alveg algjörlega fótur fyrir eitthvað svona en froðusnakk vil ég forðast. Og svo þetta með íslenskt mál og svona áherslun á tungumálið okkar og hvernig við tölum, allt sem ég hef gert í lífinu sem sagt allt mitt starf hefur gengið út á íslenskt mál og til dæmis eins og fólk að tala fóstbræður að það sé, og það við stærri en það meira áhorf á fóstbræður í dag heldur að var þegar voru gerir, það hefur bara elst mjög vel og ég held að flest fólk sé sammála það og af hverju þá, ég spurður þetta af hverju þetta og það náttúrulega vegna að þetta gert af ástríðu, þetta gert af kærleika og líka mikil kunnáttu bæði á íslenskri þjóðarsál, íslenskri menningu og íslenskri tungu og þetta er brandarar sem lifa með þjóðinu eins og sinningur í barðinu þegar þeir fóru í gegnum Múlan, þetta svona hluti sem ekki hægt að þýða, ekki að útskýra þetta almennilega fyrir útlendingum og hvað þá einhver þekktasti brandarinn minn úr fósbararum, þú drekinn, það ekki hægt að útskýra svona fyrir þetta íslenskt orðalega grín og hefur verið, skilur það sem að ég náttúrulega bara elska, þú veist og einhvern veginn
Þú ert að segja að það sem þú ert búin að vera að vasast í íslenski þjóðarsál og með því að greina hana og fyrra í öllu sem bistjóðir, að það sé bara góður undirbúningur undir að vera forseti. Ekki ég að segja það. Já, og líka má ég spyrja einu, að því að þú ert að tala leiðindin og svona. Mér finnst þú vera að lýsa sko það sem skemmtilegt, að það sem skemmtilegt kannski eins og fegurðin sem getur verið uppgötun, að það sem skemmtilegt getur verið uppgötun og vilja opna sín okkar fyrir eitthvað sem Já. Þetta er meginafl og við eigum elda það sem skemmtilegt. Þess að það Já, sem sagt, og án þess að það sé endilega einhver flónska, að eltast við það sem skemmtilegt og veitir okkur ánægju. Þú ert ekki dæmi með fósbræður sem endist áratugum saman, af því að það svo skemmtilegt, að það klassískt. Við erum ekki að tala eitthvað svona, bara við gleymum okkur í einhverju... Nei, en það eru, skilaboð í því. Þetta ekki, að skemmta sér ekki til þess að gleyma sér og geta þolað óbærilegt ástand. Nei. Heldur það sem skemmtilegt hjálpar okkur til þess að greina ástandið eins og og breyta því. Og ég held líka að þegar við gerum skemmtilegt, þegar við látum gleði fylgja með í því sem við erum að gera, þá verður það sem við erum að gera yfirleitt mjög miklu árangursríkara og nær til fleira fólks. Ég veit að það verið að nota margt af því efni sem ég hef búið til að kenna íslensku, kenna innflytjendum íslensku og það er bara að gefa góða raun, vegna þess að það er skemmtilegt. Og það er svolítið svona það sem að ég stend fyrir ég átti þá þrá sem unglingur að Ísland væri skemmtilegra. Mér fannst þetta svo hrikalega leiðilegt og ég skildi svo vel fólk sem að var að láta sig dreyma það að flytja þenni eitthvað til útlanda og því þar væri svo gaman, það væri svo skemmtilegt þar og mér finnst með fjölmenningunni sem hefur komið til Íslands, finnst mér Ísland svo miklu skemmtilegra land með bara svona ólíkum menningarströymum og að við getum farið og borðað ólíka matréttu, fundu ólík brauð og ólíka lyktir og mitt svona kjör og lífun er bara áfram alls konar semst að hafa bara fjölbreytni og gleði sem mér finnst af hinu góða. Mér finnst það ekki eitthvað til að óttast eða að þá glati einhvern veginn mínu, skilur, ef að ég sem sagt, og það er þessi, og þetta er líka yin og yang, þú veist, þetta er líka global og lokal, sem er líka stór verkefni út allan heim, þess hvar fólk að reyna að finna hvernig höldum við í okkar lokal en tökum líka á móti global og hvar eru sem sagt, mörkin þarna á milli. En þú geta eitthvað sagt við þig, já, kannski pabbiðinn sagt við þig Jón, með þessu taliðinu að þú veist að gera hlutina skemmtilegri. Ertu þá að draga athyglinna frá því að það þarf að vera meira réttlæti hérna? Nei, við þurfum að losa okkur við ójöfnuðin. Eða með því að skjóta inn þessari spurningu, er þá ég og í nafni föðus með leiðindi? Já, nákvæmlega. Nei, alls ekki. Ég er ekki að segja það og ég er ekki að meina leiðindi eigi rétt á sér, leiðindi eigi alveg rétt á sér, stundum er það bara þannig og ég þekki það bara sem foreldri, stundum þarf ég bara leiðilegur, ég reyndar eru börnin orðin fullorðin þannig það er ekki og sá sem er að benda óréttlæti í samfélaginu hann er ekki með leiðindi. Já, það sem er að benda á að hann hafi verið beittur óðbeldi eða óréttið ójöfnuði? Já, það er bara rétt og stundum er það bara þannig að við þurfum að vera með leiðindi og leiðindi eru bara stór hluti af okkar raunveruleika stundum sem uppalendur, þó við elskum börnin okkar út af lífinu, þá verðum við stundum að vera í þeirra augum mjög leiðinleg og við bara verðum að vera það og það er bara ábyrgðar hluti okkar og ég er ekki að segja það að leiðindi eigi rétt á sér, mér finnst bara orðið of mikið að þeim, mér finnst við mögum aðeins slaka á þessum leiðindum en leiðindi skiluru eru til staða eða veist
þau eiga rétt á sér og ég tekið sem dæmi sko, mér leiddist afbortaði mikið sem barni að þurfa að læra dönsku og sá engan tilgangi og náði engum árangriði og hattaðist út í dönsku og svona síðan þurfti ég sjálfur að dróða mínum börnum í gegnum dönskunám í skóla þannig að þetta náttúrulega ein endalaus þversögn og Fannst þið það ekki leiðilegt það? Mjög leiðilegt og ég var leiðilegur skilur, í staðin fyrir að segja skilur, ég gerði stand-up, ég var eins og nörd þar sem ég sagði bara, það var enginn að læra dönsku og svo bara krakkarnir mínir, já, nú þarftu að læra dönsku þú sagði sjálfur að þetta ekki að læra dönsku nei, ok, það gildir ekki núna, nú þarftu að læra dönsku skilur, þá er ég bara leiðilegur og ég hef alveg fengið þetta skilur, þú dömulegur, ég hata þig og láta skella hurðum á mig og svona og tekið leiðinlega fjölskyldufundi skilur, bara svona framkoma gengur ekki og þetta hefur verið línudans oft á tíðum skilur, að vera grínisti og líka uppalandi skilur, það er bara heilmikill línudans og og ég er ekki að þú veist ég er ekki að tala fyrir alvöruleysi skilur og ábyrgðarleysi, hreint ekki, alls ekki en bara mér finnst orðið of mikið af leiðendum með megum alveg slaka á og En kannski er eðlileg spurning að spyrja þá hvar á alvöru það skemmtilega heima Já. og hvar á eiga leiðindir heima. Þetta eftir því að þú nú kaþóliki að vitna í Martin Luther sem að sagði það að sko við erum náttúrulega annars vegar lögmálið sem við verðum að hlýða eftir og svo höfum við fagnaðarerindið sem að gerir okkur fært að lifa með því vegna þess að við getum ekki lifað undir lögmálunum sjálfu því að við munum dæma okkur svo hárt að við munum brotna undan því. Og hann segir að við verum að geyma fagnaðarerindið í samviskunni til þess að geta bæði fyrirgefið sjálfum okkur og þegið fyrirgefningu. En síðan segir hann sko, en ef við ætlum að ráða lögreglustjóra þá skulum við ekki ráða fagnaðarerindið heldur ráða lögmálið. Þannig þá þarf að svara því sko, hvar á skemmti maðurinn heima og hvar hann ekki heima. Nei, ég meina allt á sinn stað og allt á sinna stund og stundum bara þurfum við hinn ákveðnu leiðindi og það er sko En er það að segja að þau eigi ekki heima á Bessastöðum? Nei, mér finnst þau ekki heima þar. Kannski á þessu 8 ára tímabili eða þessu fresti sem við erum að geta okkur til að einhvern tímann kom eitthvað upp þá bankaleiðindi dýra en þess á milli eiga leiðindin ekki heima á Bessastöðum. Nei, mér finnst ekki. Ég mér finnst bara leiðindin og alvaran eiga rétt á sér en við eigum ekki að auka þau fram úr hófi og sem sagt í óþarfa og það er svona að því vorum að vísa í kristnina ég meina þá er þetta ákveðin hátt líka eitthvað sem að maðurinn Kristur náttúrulega stendur sem Jesú Kristur stendur frammi fyrir þessi gríðarlega mikla lögmálstýrkun og leiðindi í rauninni og hann fer að boða, hann segir lögmálið skiptir vissulega máli en kærleikurinn er miklu mikilvægari og kærleikurinn er gleðin Hann á að ráða Hann á að ráða för, ekki lögmálið Þess vegna gerir ég kraftaverk á hvíldardeginu þótt að brjóti lögmálið Já einmitt, það er sem sagt án þess að ég sé á nokkuð nátt að líka mér við hann en þannig að mér finnst þetta vera bara spurningum jafnvægi og mér finnst ójafnvægi og mér langar til þess að hjálpa til við að rétta þetta jafnvægi þannig að verði meiri balans en leið er ég ekki að dæma sem sagt setja ofan yfir fólk sem að horfir upp á óréttlæti og gremsta og réttilega bara langt í frá
og hérna Við höfum ræktað leiðindin of lengi og of mikið að það komið tími á öld skemmtilegri. Mér finnst það, já, skemmtilegri hérna og skilurðu, sem segja að ég væri bóndi á Bessastöðum og ég mætti velja, sem sagt nú ætla ég að halda hérna mikilvægan fund hérna og ég má bjóða annarkvort Joe Biden eða Taylor Swift til fundar á Bessastöðum, þá myndi ég frekar bjóða Taylor Swift fyrir þess að ég held að hann myndi koma töluvert meira. Hún eigi meira erindin í Íslands samfélag. Út úr því heldur hún að tala við Joe Biden og ég held að hann myndi jafnvel ekki muna eftir því að hafa hitt mig. En hérna og þá er ég alls ekki að gera lítið úr eða sína lítilsvirðingu eða hæða staðan eitt svolítið, mér finnst það bara. Er þetta megin erindi þitt inn í kosningabaráttunni sem við verðum að reyna að höndla hérna? Já, mér finnst það og sko ágóðin af því held ég að verði sá að við getum sætt betur ólíka hópa í samfélaginu og stöðvað aðgreining og dilkadrátt sem eiga sér stað á Íslandi á milli ólíkra hópa, innflytjenda, góða fólksins, vonda fólksins, landsbyggðarinnar, höfuðborgarsvæðisins og svo víðar, karla og kvenna eða bara hérna og ég held að ég geti gert mikið gagn þar. Þú getur samin ólíka hópa vegna þess að þú ert hérna óvinnulegur? Já, ég er óvinnulegur og ég hef komið mjög víða við. Ég er ekki á þessu svona þessu svona hefðbundna formi sem að flest Þú ert ekki meðaltal okkar allra hinna? Þetta er eftir svona einhverju óvinnulegu maður og geti þar leðandi ná snertingunni í ólíka hópa. Mér finnst við Íslendingar bara vera mjög mikið óvinnulegt fólk, sko. Mér finnst þetta, ég meina, Íslendingar og bara hefur gegnum gangandi bókmenntasaga okkar meira og minna sögur af óvinnulegu fólki, alveg frá upphafi hérna og einhverjum svona kverulendar og sérvitingar eins og við tveir jafnvel, sko. Hérna og mér finnst ég vera svona þú veist, ég á einhvern veginn auðvelt með bara að setja mig í fótspor fólks ég held ég að frekar háa empatíu, svona meðlíðan með fólki mér finnst, skilust, fólk getur alveg farið í taugarnar og mér getur ósammála fólki og svona, en mér finnst alltaf í grunninn rosalega vænt fólk, mér finnst vænt fólk þó að ég sé mjög mikið ósammálaði og hérna sko, og það þarf mikið að ganga á þannig að mér þykir ekki vænt fólk það þarf þá að vera hrein og klár bara sko varmenni hérna en oft sko svona, þú veist, og mér finnst eins og með tími minn í borgarstjórn sko, þá gekk nú ýmislegt á og svona, en ég get alveg einlega sagt að ég á engra harma hefna við neitt ég á ekki sem sagt, ég tel mig ekki eiga neina óvinni hvorki í pólitíkusum eða hjá starfsfólki eða fólki sem gaggrindi mig eða eitthvað svoleiðis ég hérna sko, og reyndi og það er oft í svona skilur það er einhver sem fer alveg óstjórnlega gjarnan í taugarnar á einhverjum og ég hérna á bara þú veist, ég á eiginlega bara góðar minningar úr samskiptum mínum við fólk, það var kannski hérna svona stjórnsýslulega mál svona framkvæmda stjórnaleg fjármál og svona sem að er svona krumpið mér út af en fólkinu hef ég ber engan kala til neins sem ég vann með og ég get alveg hefði sannarlega sagt það og hitti náttúrulega fullt af þessu fólki alltaf sem að ég vann með eða var að vinna með á móti skilur þannig að hérna og svona þannig að já, þetta er svona þú ert að taka með þetta besta
Já, Herru, já. Jón, takk fyrir að koma hingað og ræða takk fyrir. Leiðindi. Takk fyrir þetta. Já, einmitt. Takk. Herru, en við ætlum að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.